Gott fólk, það er konudagur á sunnudaginn. Og hvað gerir maður á konudaginn? Jú, hlustar maður ekki á hugulega tónlist og lætur eftir sér að fá sér fallega köku. Ég held að til mín eru komin þau Einar Óli, tónlistarmaður, og Þórunn frá Sykurverki. Verið hjartanlega velkomin. Takk fyrir það. Takk. Ég ætla bara að byrja á því að ávarpa bleika fílinn í stofunni sem er þessi ótrúlega fallega kaka. Men það er klárt mál að áhorfendur ekki að horfa á neitt annað en akkurat þessi köku, akkurat núna. Það er planið. Það er planið. Og þessi kaka er guðdómlega falleg. Þetta er þitt verk. Já, ég og systir mín gerum allar okkar kökur. Aha. Og hún fékk að skreyta akkurat þessa, en við gerum oft svona sikkurkökuna. Þetta er konudagskakan í ár? Já. Þetta er sem sagt vanileg kaka með hvítsúkkulaði kremi og passion curd eða svona ástaraldin fyllingu. Jesús, þetta er rosalegt. Nú þarf ég aðeins að kyngja með notni. Vá, hérna, og hvað, þið eru nýfluttir það ekki? Já, við fluttum bara núna í desember 2001. Þannig að við opnum 11. desember. Já, bara búin að vera þar í hvað, 2 mánuði? Já, cirka. Og hvar eru þið? Við erum í Strandgötu 3, þannig að það sem pósturinn var. Já, akkurat. Það er gott að segja akkuringu það. Það sem pósturinn var? Já. Akkurat. Og gengur ekki vel? Bara mjög vel, sko. Alveg þrefalt betur en á hinum staðnum, sko, eftir að fluttum, sko. Já, dásamlegt. Akkurat. Já. Gott svona pláss og getur tekið á móti fólki. Já, við stækkuðum bara, tvöfalt stækkuðum allan á viðslurýmið. Það er alveg miklu stærra en fyrir okkur, en nú getur tekið að okkur fleiri pöndunum og svona. Dásamlegt. Og Guðmund almáttugur, þið hlýtur að vera handverksfólk. Ég meina, ég hefði getað reynt þetta í 3 ár og útkoman hefði aldrei verið, þú veist, í sama sólkerfi og þetta, sko. Já, þegar maður gerir þetta oftar, þá kemur þetta. Þú meinar æfingunni? Já, ok, ég skil, einmitt. Men maður líka borða með augunum. Já, það er þannig. Og þá yfir í hérna, hugulega tónlist. Einar Óli, þú byrjir svoleiðis til. Jú, það passar. Hún fer vantilega mjög vel með þessari köku, eða ekki? Ég held það. Er það ekki? Jú, og eitt rauðinsglas. Og eitt rauðinsglas með. Akkurat, þá er sundar komin. Það held ég. Þú varst að taka upp plötu og gefa út. Allt saman lög og textar eftir þig? Já, allt saman eftir mig. Akkurat. Hvenær kom platan út? Hún kom, við tókum hana síðast upp 30. apríl 2021. Ok. Og svo fórum við bara beint í vinnu að mixa og gera og hún kom út í nóvember. Þið tók hann upp 30. apríl? Já. Heila plötu á einu degi? Já, þetta var bara gert á einu bretti, sko. Ok, þannig hún er bara, er þetta live? Þetta er allt saman live, já. Og þessu fylgdi miklar æfingar í langan tíma. Já, þannig að það er mikið lagt í þetta. Dásamlegt. Og þetta kom á streymisveitur og fólk meðvitað, er fólk að hlusta? Já, og ég er bara búinn að fá rosalega góð viðbrögð, sko. Æði. Já. Þetta er ótrúlega skemmtilegt ferli að búa til músík. Já. Að fá að skapa og koma frá sér. Ertu búinn að gera þetta lengi? Ég er búinn að vera að semja örugglega í einhver svona 6-7 ár, en ég gaf bara út mitt fyrsta lag bara fyrir, held ég, 2 árum síðan eða eitthvað. Ég held ég sé ekki ljóða því. Þannig að þú ert svona jafnt og þétt að koma út úr skápnum og leyfa okkur að njóta með þér. Já, ég á fullar skúffur af lögum núna. Þannig að þið þurfið bara að þola mig, sko. Þetta er bara svona, já, nú er þú komið á streymisveitunum og svo eru bara skrúfa frá krana. Já, nú er tíminn til að uppskera, sko. Já, þetta er alveg, það er akkurat þannig. Já. Og var þetta ekki dásamlegur dagurinn sem þið tókuð upp? Þetta var ótrúlega gaman, en svona eftir á hyggja þetta var svolítil móða bara svona þegar maður kom heim og fór að hugsa tilbaka, sko. Já. Ég lagðist í sófann þegar ég kom heim klukkan 12, eða bara á miðnætti. Byrjuðum bara fyrir hádegi einhvern tímann og þegar ég lagðist í sófann, ég bara man ekki eftir mér bara frá því ég lagðist á sófann. Nei. Ég rótaðist bara. Já, ég skil það. Og þú tæmt allt? Já. Sko, nú verð ég að fá að ávarpa þessa köku aðeins meira. Já. Þórunn, ertu til í að, ég get ekki myrt hana, ert þú til í að skera hana? Ég verð að fá að sjá inn í hana. Ég er til í að taka þetta. Er það ekki? Já. Verðum við ekki að prófa? Ég væri rosalega til í það. Svo við getum sagt hér í þættinum almáttugur minn hvað þetta er gómsætt kaka.
Hvernig, hérna, nóg til? Hægt að koma, eruð með opið á morgun og laugardag? Já, við erum opið alla helgina frá 11:30 til 10 og verðum alveg með svona, kannski takmarka magn af kökum í boði yfir helgina, alla helgina. Já, skil. Þannig að það hérna, maður þarf að bregðast hart við í fyrramálið. Nú fylgjustu vel með almáttugur minn. Hvar er platan tekin upp? Heyrðu, já, hún er tekin upp í Brúnum í Eyjafjarðarsveit. Það er bara málið er að við ætlum að taka hann upp í Hofi til að byrja með. Já. Síðan var COVID mikið að stríða okkur og mátti ekki taka upp, bara öll list var bara bönnuð á þessum tíma minni mig. Já. Þannig að ég fór að banka upp hjá hjónum í sveitinni og þá voru þau með svona veitingasal og þau voru bara meirinn til í að leyfa okkur að vera þar. Það var alveg yndisleg, sko. Það er æðislegt. Já. Heyrðu, kæru gestir, þið sem heima sitjið, nú ætla ég að gæða mér á þessari köku og meðan að Þórunn er að skera handa sér og Einari Óla, þá afkynnum við í rólegheitum. Við ætlum að enda þetta með lagi frá þér, sem heitir... Lagið heitir Mind Like a Maze og það er titillagið af plötunni og má ég stinga einu öðru inn. Gerðu svo vel. Útgáfutónleikar á Græna hattinum 10. mars. Vá, ok. Útgáfutónleikar, geggjað. Eitthvað til að laga til, útgáfutónleikar 10. mars á Græna hattinum. Einar Óli Hjartans, þakkir fyrir komuna og til hamingju með plötuna. Takk fyrir. Þórunn, takk fyrir komuna. Ég þykist vita að það verið brjálað að gera hjá þér og systuðinni og mömmuðinni á morgun. Vonandi. Í þessum að pósthúsinu var. Og almáttugur minn, já. Ég segi við ykkur, góða helgi, farið vel með hvert annað og njótið lífsins. Only me and my red eyes that I've been fighting quite some time. I fought through some winds, but now the walls are closing in. Need to feel something. I want to feel pain. Say that it's worth it. I came all this way. Need to make something with mind like a maze. Will I be something I pray? I pray, Father, help me understand what this is and who I am. And what I got to do. And tell me something that is true. Ooh, 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 ooh.
pain. And maybe I could run away. I came all